Ástin nú frá Dreng sem átti sorgir En á allt samt þó stóð Sperrtur þó að sitthvað gengi á Í kofa skrifli bjó hann sem lítinn veitti Við erum komin til Vestmannaeyja á glænýjum Massey Ferguson. Það spurðist út á Selfossi að okkur strákunum vantaði grill. Vinir okkar í Jötunvélum sögðust ætla að redda einu slíku og það biði okkar í Landeyjahöfn. Og þegar þangað var komið þá afhentu þeir okkur lyklana og sögðu okkur að grilla í skóflunni. En við ætlum að byrja þessa ferð okkar í Eyjum hjá Grím kokk. Drykkjuskap til frægðar sér hann fann Börnum var hann góðum En sum þó hræddust hann Ættu hann og gerðað honum gís Þau þekkt ei litlu greið Þennan mæta mann Já, margt það sem börnin fara á mis Þið þekktu þennan mann Þið alloft sáuð hann Grímur kokkur, Vestmannaeyjum. Sæll vertu og vertu velkomin. Takk kærlega. Sko, við erum búin að sjá þessar pakningar ansi víða. Já, þetta er komið í allar verslunarkeðjur á landinu og flestar einstaklingsbúðir og víða í mötuneyti. Þannig að þetta er út um allt land? Út um allt land, já. Hvað ertu að smíða marga bollur núna á viku? Það er ansi mikið þegar allt er í gangi. Við erum að taka þetta 1 til 1,2 tonn á dag af fiskibollunum. 1 til 2 tonn á dag? Þegar mest er. En þið eru nýbúin að skvera eitthvað nýtt húsnæði? Já. Nýlega flutt? Já, við fluttum í þetta húsnæði fyrir 1,5 ári síðan og skveruðu þetta allt hátt og lágt. Það var öllu skipt út hérna og það voru bara útveggir eftir. Þannig að við erum í frábæri aðstöðu núna. Man sér það eru dýrar og fínar græjur. Já, og bara, fínar græjur, við skulum orða það þannig. Já. Ég vil ekki tala um mitt. En þið eruð að framleiða ansi margt. Já, við erum komin með yfir 30 vörutegundir og þær skipta svo í mismunandi pakningar, bæði neytendapakningar og mötuneytipakningar og svo framvegis. En nýtt hjá okkur núna er lína í grænmetisréttum. Við fáum að framleiða undir vörumerkinu Heilsuréttir fjölskyldunar sem mágkona mín og hann Siggi bróðir eru með. Litli bróðir. Við ætlum að fara að kíka hann á eftir. Já, það verður gaman hjá okkur. En mér langar að leyfa þér að smakka hérna, þetta eru indverskar grænmetisbollur og með jógúrtsósu og döðlumauki og það fylgir einmitt með í pakningunum hérna. Hérna er ég með pakningunni eins og hún er. Þá eru við með sikkvort bréfið, 1 bréf af jógúrtsósu og 1 bréf af döðlumauki. Þetta er bara klárt? Þetta er bara klárt. Man tekur bara sósinn í burtu, plastið af og inn í ofn. Cirka 80 mínútur og þá er máltíðin tilbúin. En endilega fá þér að smakka það. Þannig að ég hringi í konuna þegar ég kem heim og segist alltaf að sjá kvöldmatinn. Endilega. Og ég er 5 mínútur að því. Algjörlega. Og það sem er beauty í fegurðin í þessu, ef við orðum það þannig, að þetta er glútenlaust, þetta er eggjalaust, laktósalaust, gerlaust. Þannig að allir óþvalsvaldar eru ekki í þessu og engin bindiefni, eins og finnur. Þetta er bragðmikið og gott. Og svo einmitt sýran í jógúrtinu og sætan í döðlumuikinu, það giftist svo vel í þessu. Þetta er ekta. Þetta er ekta, já, algjörlega. Það er ekkert verið að miðla málum? Ekki til og engin bindiefni í þessu og það var einmitt mjög gaman að vinna með Berglindi sem er með Heilsuréttir fjölskyldunar, bækurnar, að það var mjög strangt tiltekið. Eins og grænmetiskraftur, við fengum engan grænmetiskraft nema með geri og ég svona, hvað er alltaf að hafa smá. En þetta var bara regluta, ef þú fylgir því ekki, þá mátt ekki gera þetta. En þetta er hægt? En þetta er hægt. Á endanum þurftum við að láta sér innflytja grænmetiskraft fyrir okkur og það er allt hollt í þessu, ef við getum orðað þannig. Þannig að þarna í Heilsuréttu fjölskylduna erum við með 3 tegundir, indversku grænmetisbollurnar sem við varst að smakka. Við erum með gulrótar og linsubunabuff og svo grænmetislasagne.
Og svo ein tiltölulega nýjung hjá okkur, það plokkfiskurinn, gamli góði plokkfiskurinn. Hann nú ekki nýr? Hann ekki nýr, en þennan erum við með í sparifötunum. Þá erum við búin að setja bernes í það. Og það allt gott með bernes. Og þetta heimalagaður bernes, þannig að við erum ekki með nein efni þannig að það ekkert það ekki verið að mila málum í bernesnum? Ekki heldur. Það allt gert frá grunni. Hann svona ekta hollur. Já. Plokkfiskur og bernes. Það eitthvað sem getur ekki klikkað. Hlýtur að vera fullkomið hjónaband. Algjörlega. Eitt af mínum uppáhalds, það bara góður plokkfiskur. Það ómissandi. Já. Þarna við kollum þetta plokkfisk í sparifötunum. Þegar þarna ertu komið með bernesósuna og maður kannski að gera þetta vel við sig á laugardegi eða sunnudegi eða eitthvað svoleiðis. Og svo erum við með venjulega plokkfiskinn hinna dagana. En ég googlaði þig. Já. Þig og þína. Já. Það afiðinn nokkur. Já. Binni í gröf. Já. Þannig að þessi afköst eru komin í karllegg. Það má kannski segja það og það gaman að segja frá því að afi Binni í gröf, við erum með stóra mynd á honum hérna eins og sást ef við löpum hérna upp á hann. Við trúum því að hann sé með okkur í þessu hérna. Og við getum rakið sögu fjölskyldunar til 1890 í sjávarútveiði, bæði veiðum og vinnslu. Þannig að, og nú erum við komið aðeins lengra heldur en í gamla daga, heldur en bara veiða fiskinn. Núna erum við farin að fullvinna í neytendapakningar og full eldaðan og svo framvegis. Þannig að við erum mjög stolt af því. Kallinn eru stoltur af ykkur? Ég er bylviss það. Eins og við erum stolt af honum. Hann dró nú einn og einn sporðinn að landi. Já, það var töluvert, en eins og segir í laginu Binni hann sótti í sjávardjúp 60.000 tonn. 60.000 tonn 60.000 tonn á Gullborginni? Já, að hluta af því að var á Gullborginni, megnið náttúrulega. Og ég held að það hafi verið 70-80 tonna bátur. Það þætti gott í dag að draga 60.000 tonn. Það starffræði sem ansið stíl. Já, ég held að við förum ekkert nálægt því. En frábært að kíkja í heimsókn og heima hjá mér, ef það eru fiskibólur í matinn, þá var það Gríms fiskibólur. Þakka þér fyrir það. Ég er hættur að hnoði það sjálfur. Þetta svona tilstand í kringu það. Ég læti alveg þetta eigum og nýtir að vel á Akureyri. Takk fyrir það. Gríms, takk kærlega fyrir spjallið. Takk innilega fyrir komuna. Og frábæra mat. Takk. Ég ætla nú bara að láta gamin geysa hérna. Þegar öldur á eyðinu brotna. Við erum búin að heimsækja stóra bróðir, Grím Gíslason. Nú ætlum við að fara að heimsækja litla bróðir. Hann Sigur Friðrik Gíslason og konuna hans Berglindi Sigmarsdóttir. En hún gaf út 2 bækur, Heilsurétti fjölskyldunar, og þau eru nýbúin að opna veitingastæðin sinn Gott. Kíkjum á þau. Lífði sig í og Binni hann sótti í sjávardjúp 60.000 tonn. Meðan lífsþorstinn leitar á hjörtum, meðan leiftrar augans glóð. Þó á höfðanum þjóti ein 13 stig, ég þrái heimaslóð. Berglind og Siggi, Gott í Vestmannaeyjum. Nú var ég að borða, ég veit ekki að þetta hlýtur að verið hátt í allur matseðlinn. En ég er alveg pakksaddur. 4, 5, hvað margir réttir? Þetta voru nokkrir réttir, bara svona smá. Sýnir svona þessi við erum að gera. Ég fer að skipta úr large skiptum í extra large. En líður samt ekki vel? Rosalega vel. Og ég var að segja Sigga á hann ef við vorum að setja þess niður með kaffi að ég væri svona fann að halla mér aftur í sæti og svona svakalega var þetta gott. En hvað drífur ykkur í það að rífa eins og einn veitingastað í Vestmannaeyjum? Þið eru hérna, bæði tvö? Já, við erum bæði frá Vestmannaeyjum. Juggum hérna til 15 ára aldurs og síðan þá höfum við verið svolítið á flakki bara svona heim. Við erum viðtöl í Reykjavík, sem maður segir.
búa í Bandaríkjunum og Bahamas, við vorum 2 ár þar og fengum nóga sólinn þar og söknuðum alltaf að vera hérna. Við eigum orðið 4 börn. Okkur langaði svolítið að veita þessi forréttindi að fá að alast upp í svona smá bæ. Þar sem geta bara vafrað og gert svolítið það sem þeim langast að gera. Já, amman bara í sömu götu sem að baka pönsur og það bara hjóla á milli og þetta bara svona, lúxuslíf sem við ólust uppi og okkur finnst vera forréttindi. Þannig að, þetta bara svona komið tími, fara heim, vera innan fólki sitt og opna veitingastað fyrir fólki sitt. Þetta það verið málið. En matseðlir, hann allur, hann meinhollur. Já, forsagan á þessu svolítið mikið út að ég alltaf matreiðslumaður. Svo þegar Berkling byrjar að prófa þetta nú fyrir svolítið mörgum árum, byrjar að prófa að gera alla þessa hotlustur, þá fannst mér vanta svolítið bragð og tjúttið í þetta, Þannig að við fórum saman að bralla í þessu og náðum svona fram bragðið sem að sætti sig við og velta að borða. Og bækurnar eru svolítið útkoman út úr því og svo veitingastaðurinn á næsta level kannski. Það er meiri matur sem kannski ekki óbúrslega mikið að gera heima, það er mikil vinna að gera suma réttina, þrepi og þrepi. Þannig að það er kannski svona meira sem að fer út til að fá sig, en léttur seðill. Nú eru komnar 2 bækur af heilsuréttum fjölskyldunar og þú ert skrifið fyrir þessu Berglind. Já, upphafið af þessu það að elsti sonar okkar veikist og við förum að breyta mataræðinu út af því. Já. Og ég fer svolítið svona hellir mér í þessa hollustu. En eins og Siggi segir, hollustumatur hefur svolítið þann stimpil á sér að vera frekar óspennandi og svona vantar svolítið að vera svolítið juicy og góður. Þannig að þá hafði ég Sigga með mér í liði að mér langar að ná þessu fram og þá bara franga mér hann. Burgerinn hérna áðan, ég hef bara ekki séð annað eins. Þetta var alvöru burger. Holt ánafnilega geta verið leiðilegt eða bragðlaust eða þetta allt svona alls konar dímarísk bragð sem að koma saman sem Siggi var að gera í svona flottu eldhúsi, Það veit ekki hvað. Það ekkert alltaf heldur flókið. Sumir halda kannski að vera svona heilsulínu sé einhver meiri vinna eða meiri undirbúningur. Þetta náttúrulega bara alveg eins. En þið eru búin að taka út af megninu til eða öllu leyti salt, eða sykur, hvítakveitið. Og bara að maturinn sé bara unnið frá grunni, þú viti nákvæmlega hvað í honum, hvað þú ert að borða. Ekkert svona pakka rusl. Og fólk finnur alveg munin á því. Það finnur bara fyrst og fremst munin á því að borða mat sem er eldaði frá grunni. Það finnst strax á bragðinu. Og svo finnur það bara hvernig líður eftir hann. Já. Og maturinn að gefa miklu meira heldur en bara að vera saltur næstu 2-3 tímana. En þetta hefur nú tekið tíma að setja fram 2 bækur. Þessi kemur út í fyrra og þessi eitthvað aðeins áður. Og maður að sjá þessar bækur í hillum alls staðar. Við erum alltaf pínu manísk, gerum svolítið mikið einu. Það er ekki lognmódla? Nei. Þegar við vorum búin með þessa þá sögðum við hvað ég að gera núna. Ég hef verið mikið að vinna í þessum kvikmyndaverkefnum. Mikið flakk og mikið fjör og mikið gaman. Og svo langaði mér að vera meira með svona homebase-inn í Vestmannaeyjum þar sem við vorum flutt og svoleiðis. Og þá komið sömur að ef ekki bara opna veitingastað. Jú, opnum eitthvað svona lítinn sæta. Þú veist, með svona 35 sæti eða eitthvað svona og við kannski afgreiðum 20-30 manns á dag og þetta verður voðalega kósí. Aðeins búið að... Jafnvel þriðja bókin geti komið þarna eitthvað. Já, nei. Þetta búið að vera rosa stuð í sumar allavega. Við sátum hérna slakir út í hornistrákarnir þegar það bara kjaft fylltist hérna áðan. Já. Þá var það bara erlendi ferðamenn á götunni. Já, mikið af Vestmannaeyingum. Óbáslega mikið. Við erum með mikið af fastakonum. Við reynum að stilla verðin í hóf. Og eins og Berglind sagði, þá gerum við alltaf staðinn. Við meiri sér að maður reykur sér svolítið á. Þetta er kannski ekki alveg hlaupið að mörgum hlutum. Okkur langaði að vera með vefjur á matseðlinum til dæmis. Og við vildum að þeir eru úr speltveik. Við fundum svolítið svefjur en aukaefnalistinn var lengri en Moby Dick skáldsagan.
og það viljum við ekki. Og þannig þá bara, hvað er að gera það? Þá bara gerum við þetta frá grunni. Þá viljum við að finna leið til að gera það og við erum búin að finna leið að fletja þetta út og steikja þetta en við erum þó trú okkur sjálfum og erum með það úrspelti og bóðslega einfalt ráefni, engin aukaefni. Og vefja sem þú gerir sjálfur, bræðast allt öðru sig, heldur en einhver þurr vefja sem þú hýtar upp, það er bara hrænt ólíkt. Sem geymist í búðinni. Og það er bara komið aftur að því sama, ef maturinn er gerður frá grunni, þú veist, þá er hann bræðast bara öðru sig. Maður sér stundum vörur með 3 ára geymslu þó. Já. Og maður veldi fyrir sér, hvernig er það hægt? Ég hugsa líka, við kunnum báðir að gera guacamole til þetta. Já. Það eru þarna nokkrar, ef þú kaupir tilbúið guacamole, þá geymist það einmitt í ykkur 3 ára og guacamole er náttúrulega 99% avocado en ef maður skoður umbúðina þá er kannski 3% af avocado í guacamoleum sem það er náttúrulega alveg gjörsamlega byglað á því sko. Við þurfum aðeins að fara að passa okkur í hraðanum, við erum að flýta okkur svo mikið og þaðan kemur þetta. Aðeins að stoppa við og athuga hvað við erum að láta ofan í. Já, hvað er innihaldið? Ef þetta er ekki 99% avocado, hvað er þetta á? Þessi drullar sem er í kökunni. Þetta er mjög sérstaklega. Þetta er mikil vísindi. En þarna hefur ykkur tekist að gera þennan heilsumat juicy. Það er þetta orð juicy. Það fær hérna bragðlaukana til þess að byrja að renna. Já, sko kjúklingaborgarinn er svolítið gott dæmi þetta. Það var svona þessi, þá tökum við kjúlan, þetta er svona svolítið vinna. Tökum við hann og við marinum það í kryddum, þar að segja tandoori og turmeric og svona góðum kryddum. Síðari bókin fer svolítið í svona kryddin og svoleiðis, hvað er að gera gott fyrir mann. Og svo eldum við það, grillum hann og kjúklingin. Og svo eins og sósuna, þá ger ég tandoori sós frá grunni sem er, þú veist, bara alveg frá grunni og búin til hann og hamburger og brauðið er allt bara spelt hveiti. Þannig að Og guacamole. Og guacamole. Með 99% avocado. Með 99% avocado. Og við serverum þetta með sætri kartöflu í staðinn fyrir frönsku. Hérna er alveg bannað kjústekki og ef það spyrir mjög gestur þá er það bara svolítið því miður. Það var rosalega djúsi, svona sæt kartöfla, bara 1/4 bökuð og svona akkurat. Okkur langar, þú veist, þetta er einfaldur matur hérna. Á góðu verði. Svo eru þið í nýju gerðu húsi. Þið opnið bara, hvernig opnað staðurinn? Í maí, lok maí. Þetta var svona líka einn af þessum punktum sem varð að vera, ef við myndum opna veitingastað, að vera bara á besta stað. Þetta er bara í miðjunni á miðbænum. Þú veist, ef þú myndir setja hjartað í miðbæn, þá er það hér. Þannig að hérna koma útlendingar líka bara svona óvart, droppa við og það er bara æðislegt. Við eigum einmitt sko stefnumótið nágrannleikar hérna á Ösku hostel og það er bara næsta hug. Það er stutt fyrir okkur að fara. Berglind og Siggi, takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur allt í hænum í eigum. Takk fyrir að koma. Eftir frábæran mat hjá þeim hjónum og gott liggur leið okkar aðeins nokkra metra í hinn enda Bárustígs 11 á Ösku hostel. Aska nafnið vitnar að sjálfsögðu til eldgossins sem hófst í janúar 1973. Það sem gekk á í gosinu var eins og allir vita átakanlegt og erfiður tími. En einni tími þegar hinn sanni andi eyjamanna kom hvað skýrast í ljós. Gestristnin og hjálpsemin þegar þeir sem héldu sínu þaki skutu skjólshúsi yfir þá sem ekki voru jafn heppnir. En gosinu lauk 3. júlí sama ár eftir 6 mánaða hamfarir þar sem 225 metra hátt eldfellið hafði myndast og 3,3 ferkílómetra hraunbreiða hulið og skemmt 360 hús. En nú skulum við hitta hann Birgi sem er nýbúinn að gera upp Bárustíginn sem hýsir okkur og Ösku hostel. Birgir, Aska hostel í Vestmannaeyjum. Já. Við vöknuðum hérna í morgun og fórum í rannsóknarferðir hér eyjarnar og vorum að borða hjá þeim hjónum Berglindi og Sigga. Sem eru bara hérna næsta hurð. Þið voru að opna og gera þetta hús upp núna bara í vor. Já, 11. júní opnaði við, þannig að það er 3 mánaða. Já. Og hvernig er búið að ganga? Það var búið að ganga mjög vel, myndi ég segja. Með við sem að byrja og svona var ekki mikinn tíma fyrir kynningu þannig að bara mjög góð nýting og mjög skemmtilegt. Í hvernig ástandi var húsið þegar þið takkið við því?
það var í mjög slæmu ástandi. Þannig að þið snýtið í alveg? Já. Þessi hluti sem við sitjum núna inn í, hann var búinn að vera tómur síðan 2007 líklegast og hinir tvei hlutarnir voru búin að vera í bara niðurníðslu í mörg ár og eiginlega til bara skammar fyrir miðbæinn okkar, Eyjamanna. En þið náðuð, sko, hvað náðuð mörgum herbergjum hérna úr þessum rýmum? Við náðum 8 herbergjum. Og hvað mörg rúm? Það eru 31 rúm. 31 rúm? Já. Og allar tegundir gistingu, er þetta einstaklings og blönduð og? Já, þetta sem sagt kojur og 2, 3, 4 og fjölskylduherbyggi. Þannig að það er allar tegundir í boði? Já, allar tegundir í boði. En hvað dreifur menn í svona framkvæmdi í Vestmannaeyjum? Það sé ekki bara einhver svona ævintýramennska. Ég er náttúrulega fæddur og uppalinn hérna og var 10 ára þegar gosið kom og flytt svo síðan 25 ára til Reykjavíkur og það er systur hérna, þannig að við komum náttúrulega mjög oft hérna og okkur langaði kannski að eiga íbúð hérna. Og húsið er sem sagt 3 partar og það var íbúð hérna hinn meginn fyrir ofan, þar sem Siggi og Berglind eru. Við keyptum hana og ætluðum að gera hana upp og svo keyptum við blómabúðina eða sem sagt það sem veitingastafurinn er og þegar við vorum búin að því þá ákveðum við bara kaupa restina. Taka þetta allt saman bara? Taka bara allt saman og það var bara líka hvað maður ætti að gera við þetta. Og það var ákveðið að fara út í þetta. Já. En það er núna maður finnur það svona í loftinu að ferðaþjónusta í Eyjum er á hraðri uppleið. Já. Það er svona, með tilkomu Landeyjahafnar þá er hér gríðarleg aukning á ferðamönnum. Já. Og maður sér svona hópa hérna röltandi um bæinn. Já. Sem hafa dottið í land eins og við gerðum. Já, það er mjög mikið það. Það er náttúrulega óbærslega mikið fólk sem kemur hérna yfir í dagsferðið, sko. Og náttúrulega gríðarleg breyting eftir að Landeyjahöfn kom til. En þetta eru náttúrulega ekki nema svona kannski 4 mánuðir sem er ferðamannatíminn hérna. Nei. Og það er kannski svolítið að það vantar svolítið sko kannski meira svona beint kannski flug frá Reykjavík í stærri vélum sem bjóð upp á ferðir hingað svona yfir vetrartímann. En nú trekkja þau nú að hjónin hinum megin og þú líka. Nú erum við komnir alla leið frá Akureyri. Já. Og maður trúir því nú að með bættum samgöngum þá hljótið nú vetrartíminn að fara að taka betur við sér. Já. Það er alveg von af því og verður svoleiðis ef að Landeyjahöfn helst opin. Hún bara er búin að vera lokuð í alltaf nokkra mánuði á veturna, þannig að maður finnur það leið og það fara að sigla í Þorlákshöfn þá dettur túristinn niður. Já. En Birgir, við erum nú ekki sendir tómhentir í þessar vísindaferðir okkar út á land og eigum góða vini í Norðlenska og Akureyri. Já. Og þar sem við plötuðum þið nú til þess að hýsa okkur í þessum túr, í glæsilegum herbergjum, þá langaði okkur að þakka svona örlítið fyrir okkur. Já. Og á grillið að svona smá nart meðan verðt að fíni sér að síðustu breytingarnar. Já, takk fyrir það. Það eru pilsur og steikur og eitthvað til þess að njóta eftir smíðarnar. Glæsilegt, takk kærlega. Þakka kærlega fyrir okkur. Já, gaman að hafa okkur. Við segjum staðanumið í bili hérna frá Vestmannaeyjum, en í næsta þætti ætlum við að hitta hann Einsa kalda, fara í eldheima og vígja nýja grillið okkar, Massi Ferguson. Sjáumst á mánudaginn í mat og menningu. Múkkarnir görguðu Gústi, nú meikaðu það. Nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi. Nú meikaðu það Gústi. Gústi, nú meikaðu það.
meikaðu það Gústi, nú meikaðu það Gústi, Gústi.